Oh, my feet feel so much better now. Oh, that's nice to hear. Yeah. I have the same problem. No matter. Jæja, gott fólk. Þá þessi dagur svona að kveldi komin hjá mér, þannig að ég á eftir að fara út og fá mér að borða svona með í pílagrímamáltíð sameiginlega. En mér langar aðeins þess að byrja mitt á því að kannski að segja frá því í gær að því ég setti myndir á mat. Þetta var eiginlega besti matur sem ég hef nokkuð tíma að borða á þessari leið. Þetta nú frekar einfalt eins og ég hef sýnt ykkur. En þetta var alveg rosalega gott. Kostaði sennilega aðeins meira en var algjörlega þess virði. Svona dálítið austurlenskt og alveg frábært. En dagurinn í dag byrjaði á því að við vorum að labba út úr Burgos eins og gefur að skilja og fyrstu myndirna sem ég seti inn verða þaðan. Og við byrjuðum saman við Angelía og endaði svo á því að hitta Len aftur, svona tiltölulega fljótlega og við löbbuðum saman því að hún labbar mjög hægt og vildi endilega bara að við héldum áfram og þannig var það þangað til síðustu 10 kilometrana af því að þá skildu leiðir og ég hélt áfram og hérna núna í Hontanas. Þetta semst fyrsti dagurinn í því sem að heitir Meseta og Jakobsleiðin oft skipt upp í, þar sé þessari frönsku upp í þrjá áfanga og þetta á að vera sá svona, hvað segir maður, ekki endilega trúarlegir, heldur svona andlegir og eða trúarlegir fyrir þá sem að þar eru staddir og ég verð nú að segja að þessi fyrsti dagur var algjörlega frábær. Þetta var dásamlegur göngudagur og rigndi smá, kom mér sér smá haglél og allt hvað, en það var bara í einhverja 10 mínútur og ekkert yfir því að kvarta. En dagurinn, umhverfið og allt saman var frábært. Við stoppuðum í lítilli kapellu þar sem að nunnur tvær hafa helgað sig því í ríflega 35 ár að blessa pílagríma, viljið þeir það. Maður gæfa fylgi þeim á veginum og í lífinu öllu og það var ótrúlega, hvað maður að segja, svona tilfinningarík stund og ég seti inn mynd af nunnunni sem að blessaði mig. Ég var svona meir og settist í dálitla stund niður í kirkjunni og hugsaði heim. Það þetta búin að vera fráföll í bæði í fjölskyldunni og í samfélaginu okkar eins og við vitum og svona ýmislegt búið að ganga á og ég kannski bara, varð meira og fylltist þakklæti yfir því að hafa þó minnsta kosti þessa heilsu til þess að geta gert þetta sem ég er að gera núna. Fyrir það maður ævinlega þakklátur, það því að það nú fátt mikilvægara í lífinu en góð heilsa. Þannig að dagurinn svona helgaðist dálítið af þeim tilfinningum í svona restin af göngunni. Þetta var svona miðja vegu. En svo hitti ég líka eins og alltaf alls konar fólk. Ég hitti ungan mann, TJ frá Ameríku og sem hafði þurft að liggja í viku í Estella til þess að jafna sig af því hann hafði meitt sig í ökla og þá hugsaði ég enn og aftur að þó maður kvarti nú yfir því að finna til hér og þar í skrokknum eftir gönguna þá get ég samt alltaf haldið áfram. Þannig að það er svona einhvern veginn, dagurinn hefur einkennst af þessu. En ég allavega, þetta var langur dagur líka, 32 kílómetrar. Ekkert erfiður samt, alls ekki og heilsan miklu betri í dag en í gær af því ég var ferlega lúin í gær en já, ég held að þetta sé svona kannski samantekið af deginum að hann sé og hafi verið mjög góður og ég finn það einhvern veginn að það er svona, ekki ósennilegt að framöndan sé meiri svona inn á við og mýkt og eitthvað slíkt í manni en þetta allavega búið að vera gott og það alltaf einhvern veginn þannig að maður sér eitthvað nýtt í öllu því sem maður fyrir augu ber þó að kannski mörgum finnist maður alltaf vera að sýna sömu myndirnar. En þá þetta upplifunin, það það sem að skiptir máli. Og ég hlakka til pílagrímsmáltíðarinnar á eftir. Og eitt af því sem ég kannski gleymdi að nefna þegar ég gisti í fyrradag held ég hafi verið þarna og borðaði með Frökkum
að maðurinn, þar sem hjónin og maðurinn hafði komið til Íslands og hafði verið á gönguskíðanámskeiði og þegar hann vissi að ég væri af Norðurlandi að þá sem ég var þar og þá var það sem sagt þannig að við hittumst svo að því þau voru hjólandi. Hann var stoppað og var að bíða eftir konunni og ég heilsaði honum og það var sem sagt daginn eftir og hann segir við mig, heyrðu, ég man núna hvað maðurinn heitir sem að við vorum að skíða hjá og annað slíkt. Það var Jökull Bergmann. Þannig að svona nú heimurinn lítill. Þannig að þetta svona mörg skemmtileg atvik sem að koma saman. En ég ætla að láta þetta duga fyrir daginn í dag og hlakka bara til að takast á við. Ég held að sé 25 kilometrar á morgun. Þangað til næst. Hafið það gott. It's so beautiful. Jæja, nú erum við að yfirgefa Burgos eða við skulum að byrja að labba út úr borginni áleiðis ég ætla að fara til Hontanas í dag. Úps. Ég veit ekki hvort þið sjáu það hérna uppi er stálkur með hreiður. Jæja, nú erum við í Pardallos eða eitthvað með eins og les, hljómar það og þetta er pínu ponsulítur bær. Eftir 11 kilometra rúma þá stoppuðum við og ég hitti Lena aftur í morgun, eftir marga daga og við ætlum að ganga saman í dag. En þetta er svona, eins og maður segir, lítill og krúttlegur bær. Þarna er þetta trén með svona lítil vin sem hægt er að stoppa ef fólk vill. Nú erum við búin með 16,5 kilometra. Allt saman svona. Beautiful. Ja. Nýkomin út úr Hornillos eða Hornillos, kann ekki að segja þetta frekar en hana og áfram heldur leiðin 10 viðbót til Hontanas. Nú erum við að ganga hérna inn í Hontanas, þar sem ég ætla að gista í nótt. Þetta er pínulítið þorp, ég man ekki hvort að íbúatalan er í kringum 70 manns eða eitthvað svoleiðis. Eins og mörg þessi litlu eru. Það er gaman að vita hvernig þetta er hérna á Spáni. Sameining sveitarfélag og allt það, hvernig þetta ber sig allt saman. Það ringdi og svo stytti hann upp eins og gefur að skilja. Það gerist nú alltaf. Kirkjan ekki opin af því það er verið að lagfæra hana. Þarna er svona pílagríma bönd eins og sjást víða leiðinni. En gott fólk, nú ætla ég að fara í spa. Ég legg ekki meira á okkur.